Flug og fákar yfirskrift hátíðar sem haldin var á Egilsstöðum fyrir sumar. Fyrsti flugdagur sem þar hefur verið haldinn síðan 1994. Eins og nærri má geta var mikill áhugi að koma og njóta þess sem flugið hefur upp á bjóða, skoða flugvélar og fylgjast með flugmönnum leika listir sínar. Einnig voru fornbílar, fákarnir af Héraði og Fjörðum til sýnis þennan dag. Já, það var 1984 og haldinn hérna stór og glæsilegur flugdagur. Svo var haldinn hátíð aftur 94 sem að veðrið kom aðeins í veg fyrir að blómstraði. En veðurguðirnir voru með okkur í dag. Fengum bara ofsalega gott veður. Ótrúlega gaman að geta tekið upp þráðinn og haldið áfram og vonandi þessari hefð. Eitthvað erum við ekki að vera að gera næsta ári? Þetta klárlega komið til að vera. Við höfum mætingu og hversu vel hefur gengið. Ég fekk þessi hugmynd á kaffistofu einhvern tímann og spurði Ásgeir, getum við haldið flughátíð? Ásgeir sagði já og síðan þá höfum við bara fótboltinn að rúlla og hér erum við í dag. Þessi flugvöllur mjög mikilvægur, ekki bara fyrir Egilsstað, heldur bara fyrir allt Austurland og allt samfélagið og bæði innanlandsflugið og millilandaflugið. Já, þetta glæsileg flugbraut, hún var malbikuð síðasta sumar. Þetta er 2 kílómetra löng braut og hún hefur bara alla burði til þess að taka við meiri trafík og við viljum bara endilega að fólk kynnist flugvellinum og svona verði meðvitaðir staðsetningu hans og notagildi. Flugáhugi hefur aukist mikið fyrir austan á undanförnum árum. Já, fólk hérna á Austurlandi, þetta tækjafólk, það má segja það. Þannig að þegar að græjar koma saman, þá kemur fólk frá Austurlandi saman. Og það bara sást í dag að fólk hefur áhuga og það er vilji og við bara gleðjumst yfir því. Bæta við, þetta er flug- og fákadagur. Já. Það er ekki bara flugvélar og flugsýningar, það eru fornbílar og alls kyns ökutæki, traktorar og snjómoksutæki. Tæki frá slökkviliðinu, sjúkrabílar og fleira. Þannig að þetta er sannkölluð tækja hátíð. Á meðal þeirra sem sýndu listflug var Snorri Bjarni Jónsson sem heillaðist af flugi einmitt á Egilsstaðaflugvelli, smá strákur árið 1984. Ég kom á flugsýninguna 84 með pappa. Það flugum við hérna, ég, pabbi og Georg vinur hans. Og ég sá þar listflug í fyrsta skipti, Magnús Norðdahl. Það hafði mikil áhrif á mig og mér fannst það alveg meira flott að sjá það. Þannig að mér fannst, ég varð að koma þegar það voru auglýst flugsýning hérna, þá var ég að koma og mér langaði að koma og sýna. Gamall draumur eiginlega. Hún flýgur næstum jafn vel, ekki alveg eins vel á Hvolfi og rétt, en þetta er bara æðislegt, það er æðisleg tilfinning að fljóða á Hvolfi, en þá er stýrið aðeins öfug, en það er bara æfing að stýra því. Við erum saman við Snorri í þessum félagskap og stöndum fyrir því að fljúga þessum vélum í samflugi, þessum sovjetflugvélum og við höldum þeim og það er svona ýmis vinna í kringu þessar vélar. Við skiptumst á að fylgja og leiða og vera vinstra megin eða hægra megin við hvorn annan og svo er önnur vélin með reyk og reyndar hinn ekki. En það er voða gaman að taka svona samflug og leyfa fólki að upplifa þessar vélar í nánd, sko. Það er sérstakt hljóð í þeim. Það er að hljóðið, sko. Já. Það er æðislegt.
þitt sko. Karma þarna, hann mjög aktífur þessi.
þetta erfitt, já, það verður að sjá sig í þútunni, já. Karmen, hún hingað. Það er líka flugvél að fara á stað, og fylgja út með henni. Þá fyrsta atriði búið og það var gaman að heyra fólki klappa og blístra og gefa þeim gott atriði.